Góðan daginn, góðan daginn. Góðan daginn. Við erum hér með vörukynningu. Já, þetta kynna kaffi eða eitthvað. Ég var búinn að drekka alveg nóg. Nei. Ég er líka búinn að éta allt og mikið. Nei, ég er ekki með neina svoleiðis kynningu. Ég er að kynna hér jólagjöfina í ár. Nú, þetta er bók. Nei, þetta er fallegt og leið nytsamlegt. Veitu hvað áttu það? Klósettsetur úr massífum viði. Klósettsetur? Já. Heldur einhver fara að gefa klósettsetur í jólagjöf? Já, þetta er svo fallegt og nytsamlegt. Hérna færðu klósettsetur í jólagjöf frá mér, skítakarafrið? Nei. Þetta er falleg og vönduð gjöf. Þetta er til í mörgum viðartegundum: eik-tek, fura, greni, mahóní, bæsað og óbæsað. Klósettsetur úr viði? Aldrei heyrt annað þess. Maður ekki bara flís í raskatið? Flís? Ekki þessu? Já, bátt mig að trúa því úr greni, segirðu? Já, jólatrið í ár. Veitu... Greni, þú veist, jólatrið, veist. Já. En maður fær nú flísar úr greninu. Þú færð engar flísar úr þessu. Þetta er vel slípað og lakkað. Já, en klósettsetur er kannski ekki það fyrsta sem manni dettur í svona í hug þegar maður leiðir hugan að jólagjöf. Nei, þetta er nýkomin á markað nefnilega. Ég ábyrgist að þú verið ekki fyrir vonbrigðum. Hérna, prófaðu. Ha? Prófaðu eina. Ég er hérna til dæmis með eina á massífri eik. Ertu búin að setja klósett hérna? Í miðjum stórmarkað? Já, til að sýna vöruna í sína réttu umhverfi. Hérna, fáðu sæti. Á með sæti? Já. Heldur ég að fara að setjast á klósettið í þetta almannafæri? Hvaða feimni er þetta? Sést ekki á klósettið heima hjá þér hans að skammast þín fyrir það? Auðvitað. Já, þannig sérðu, þetta er allt í lagi. Fáðu sæti. Já, ég getur svo sem gert þér það til geðs. Dánaður? Nei. Þú færði enga tilfinningu fyrir setunni svona. Hvað meinar það? Tylla sér á hana í öllum fötunum. Ætlastu til þess að ég geri þér niður? Auðvitað, gerur það ekki heima hjá þér? Heyrðu, ég ætla bara ekkert að fara að ræða mínar klósettvenjur við þig. Af hverju þarf þetta að vera svona mikið mál? Öll þurfum við að fara á klósettið, jafnvel oft á dag. Samt má ekki tala um þetta þannig að allir fara í kerfi. Þetta sem er svo eðlilegur og fallegur hluti af líkamsstarfseminni. Fólk er haldið einhverju annarlegu tabúi gagnvart þessu stigi meltingarinnar. En það kom í tími til að feimnisölunin sé svipt af þessum málum. Það má auglýsa dömubindi alveg endalaust og hella einhverju bláu sulli í þau. Það má ekki tala um að kúka. Þá verður allt vitlaust. Já, fólk er nú bara ekki mikið geinkeypt fyrir því að vera mikið að tala úr kúkin úr sjálfu sér eða öðru. Af hverju ekki? Ég vil vita um svona hluti. Mér er ekki saman um heilsufar og meltingu annarra. Sjáum til dæmis með fegurðardrottningarnar. Ég vil vita svona lagar. Ég vil ekki bara vita hvaða áhugamál þær hafa, ferðalag og svona. Ég vil vita hvernig hægðir þær hafa, sjá þær á klósettinu. Ég meina þetta fólk sem öll þjóðin elskar maður vill kynnast. Það er nú bara ekki normal að hafa áhuga á hægðum fólk. Ég hef áhuga á mínu starfi, er eitthvað aðtökuður til það dæmið mig fyrir það, útrópið manninn fyrir að hafa áhuga á því sem hann gerir. Drepið mig. Af hverju þarf það að vera svo mikið mál að vippa niður í sig þegar maður er að prófa klósettsetur sem maður hvort sem gerir oft á dag? Allt í lagi. Jæja, hvernig finnst þér? Þetta er jólagjöfin í ár. Já, þetta er ágætt. Hvað ertu að gera? Ekkert. Heyrðu, viltu hætta þessu? Ég er bara að prófa klóstið. Það er ekki tengt. Er það ekki tengt? Nei, þetta er bara til sýnis, bara til að prófa. Hvernig klósett er það sem maður á að prófa hún sem mig að prófa? Þá bara prófa setuna. Réttu með pappír. Pappír? Ég er ekki með neitt pappír, ég er bara með setur. Ekki með neitt pappír? Hvernig vil ég nú komast heima? Það veit ég ekki, maður. Láttu mig fá sokkinn. Sokkin? Já, komdu með sokkinn. Þetta eru rándir armann í sokkar. Láttu ekki svona, maður. Komdu með hann, þú plattar hann í þessu. Ég held þú hefðir áhuga á þessu. Áhuga? Ég lauk því. Laustu því? Til hvers? Til að selja. Komdu með hinn sokkinn, það er meira.